Mér langar bara kannski til þess að bjóða ykkur svona áður en að við tökum frekari spurningar til þess að gefa okkur stutt svona komment. Ég geti kannski kallað spurninguna, orða fyrstu spurninguna svona mjög opið til þess að gefa ykkur tækifæri til þess að segja í örfáum orðum frá svona hugleiðingum ykkar eftir erindið hans Knúts. Og þá myndi ég bara spyrja, var fyrir hérna þennan fund, hvað getum við lært af Norðmönnum? Ef að við kannski bara byrjum hérna á endanum. Og byrjum á Páli. Ætli þetta sé kveikt á þessu? Já, ég held að sé ýmislegt sem að við getum lært af Norðmönnum, eins og þá það þannig að heyrist þið mér? Nú leiðum við svo rockstjörnu. Virkar þetta svona? Já, ég held að við getum lært ýmislegt af Norðmönnum, en það samt þannig að sko, þetta kerfi okkar eins og það byggt upp í dag að töluverðu leyti byggt á þessari whitebook vinnu þeirra Norðmanna. Ég held að grundvallaratriðið sem maður getur tekið út af þessu, og ég held að samfélagið heild eigi að taka út úr svona fyrirlestri og þessari vinnu, sé akkur það hvernig við hugsum fullnustu refsinga, að hefnigirni sé eitthvað hugtak og vinna sem að við eigum að bera þroska til þess að vinna fara ekki eftir. Í mínum huga þetta ferli nokkuð einfalt, það að segja menn sem eru dæmdir í fangelsi og teljast hættulegir, eiga að lokast inn í lokuðu fangelsi á meðan þeir eru öðrum hættulegir. Síðan þarf þetta losunarferli að hefjast og það gerir það í rauninni hjá okkur, svo maður þarf að ákveða hvenær það á að byrja, en hjá okkur þetta þannig að þú ferð í lokað fangelsi, þegar við teljum viðkomandi ekki hættulegan öðrum, þá fer hann í opið fangelsi, Sognaði, Kvíabryggju, hann á að vera það sem lengst, sem hæsta hlutfall tímans þar, síðan það áfangaheimili eins og við höfum í dag, þar má líka lengja tíman og síðan á viðkomandi að ljúka sinni afplánun í heima hjá sér, eins og hann gerir í dag í rafrænu eftirliti með ökklaband heima hjá sér. Það má aftur, það þarf að ákvarða það hvort að, og það pólitísk ákvörðun hvort að ég lengja þann tíma, ég held að það sé mjög æskilegt. Síðan þarf kerfið allt saman að virka, það að segja ekki bara fullnustukerfið, heldur allir þessir aðilar sem koma að betrun fangans, heilbrigðiskerfið, félagslega kerfið, Reykjavík og önnur sveitarfélög, það þurfa allir að vinna í takt, þannig að fangi sem tilbúin til þess að takast á í sem vanda, bera ábyrgð á eigin gjörðum og taka þá aftur þátt í samfélaginu, hann geti þá farið á einn stað, fengið aðstoð með vinnu, nám, þakka yfir höfuð alveg nákvæmlega eins og Knút nefnir þetta. Þannig að ég er ákaflega hrifinn af þessari vinnu og nálgun. Komið sæl og kæra þakkir fyrir að bjóða mér að vera hérna í dag, því að mér fannst þetta afskaplega mikilvægt að fá að hlusta á Knút og gaf mér mikið af hugmyndum og svona inspiration. Ég hef svo sem ekki verið mikið kynnt mér fangelsismál fyrir en bara ég tók sæti á Alþingi og fór að vinna í allsherjar- og menntamálanefnd, og það tvennt svona sem ég tek þarna út úr. Ég hef svolítið velt fyrir mér sáttamiðlun og hvernig hún ætti að passa inn í okkar kerfi, og það hefur sjálfsagt ekki verið mikil umræða það, en sáttamiðlun í tengsl við samfélagsþjónustu og ég veit ekki, kannski bara spyr þá Pál eða einhvern sem hann þekki betur, sko, hvað það sem við myndum kalla, það sem hann talaði mediation board, einhvers konar sáttaráð sem að hittist reglulega. Mér finnst það svolítið hafa vantað í umræðuna með samfélagsþjónustunni hér, og hins vegar tók ég út úr fyrirlestunum þetta mikilvægi og það sem ég hef rekið mig á, mikilvægi þess að það sé unnið þvert af kerfi, ráðuneyti vinni saman, þannig að það sé ekki verið að togast á það hvort að heilbrigðisþjónusta í fangelsi tilheyri heilbrigðiskerfinu, hvort að námsráðgjöfin, sérkennslan og allt það sem þarf, hvaða kerfi það tilheyri. Það hluti af menntakerfinu. Já, ég kannski bið ykkur að kynna ykkur. Þið eru náttúrulega svolítið selepar hérna og þessi ykkur allir. Ég kannski þá bara fæ að kynna mig. Ég heiti Líneik Anna Sævarsdóttir og er annar varaformaður allsherjar- og menntamálanefndar. Bara rétt að það komið fram þá að Guðmundur Steingrímsson er varaformaður og Unnur Brá Konráðsdóttir formaður. En ég mun sem sagt nýta það sem hér hefur komið fram inn í mína vinnu í nefndinni.
Sæl, ég heiti Guðmundur Ingi, frá Afstöðu, félagfanga. Ég held sko, það fyrsta sem við þurfum að gera að ákveða, semst almenningur og stjórnvöld, hvaða stefnu við ætlum að fara. Ætlum við að halda áfram refsistefnunni með þeim árangri sem hún að gefa okkur, eða ætlum við að taka upp betrunarstefnu. Ég held að þetta sé alveg það fyrsta sem þarf að ákveða. Við þurfum náttúrulega að auka, ég held að það mikilvægasta sem þarf að gera að auka allt varðandi nám, starfsþjálfun, atvinnur í fangelsum. Ég held að það sé eitt af allra mikilvægasta að gera. Þannig að já. Góðan daginn, ég heiti Björg Valgeirsdóttir, ég héraðsdómslögmaður. Svona það sem að ég situr eftir í mér eftir hennan fund svona þetta sem að hefur verið minnst á hér, það þessi samfélagssjónarmið að við sem samfélag hugsum ekki hefnd heldur betrun þegar við erum að dæma menn og framfylgja þeim dómum fangelsisrefsingu. Og svona þegar maður hugsar það að þeir sem dæmdir eru í fangelsi hafa væntanlega þá farið út á einum þrönga vegi dygðarinnar sem að samfélagið hefur lagt. Og þá það einhvern veginn þannig að viðkomandi hefur gert eitthvað sem að samfélagið átelur og vill vissu leyti að viðkomandi, og þar sem hann sagði hérna brotaþolana, við viljum vita að hann gerir þetta ekki aftur. Við viljum ekki hefna okkar, vil ég meina, við viljum að vita að hann gerir það ekki aftur og liður í því auðvitað þetta með betrun sem að Norðmenn hafa virðist vera að náð miklum árangri með. Og ég tel að ef sá sem sætis fangelsisrefsingu og veit að það býður hans, hann á að vita að það býð hans tækifæri til þess að verða að betri manneskju, annars þjónar þessi einangrun sem fangelsisrefsing ein og sér engum tilgangi. Og ég tel að þessi hávara umræða sem var bara í síðustu viku og þar síðustu þar sem að einstaklingur hafi fengið uppreist æru eftir að hafa lokið afplánun sinna refsingar. Ég tel að við sem samfélag hefðum verið sáttari við þá ákvörðun ef við hefðum verið upplýstari hana og hefðum verið upplýstari að viðkomandi hefði fengið betrun í sinni fangavist og á hverju þá þessi ákvörðun byggðist. Og ég tel að svona sitt horft til framtíðar þá hafa þessi úrræði sem Norðmenn hafa sett sér og við vonumst eftir að geta mögulega fylgt, hafa til framtíðar meiri möguleika á sátt í samfélaginu við allt kerfið, frá dómi til refsingar, afplánunar og svo eftir það sem tekur við. Við viljum auðvitað að þeir komi tilbaka í samfélagið sem gegnir borgarar og það það sem þetta snýst á einum mati. Já, ég heiti Ynda Hrönn og starfa sem meðferðarfulltrúi í fangelsinu á Litla-Hrauni og Sogni. Og ég vil náttúrulega bara taka undir það sem hefur komið fram að svona góði punktar en ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt eins og staðan í dag að við höfum mjög skýra refsistefnu inn í fangelsiskerfinu og dómskerfinu en betrunarstefnan bara ekki til staðar og til þess að nógu skýr og ég held að til þess að það einhvern veginn gangi upp að móta sko skýra betrunarstefnu að þá þarf þetta bara sko auki fjármagn til þess að fá heilbrigðisstarfsfólk, fleiri sálfræðinga, félagsráðgjafa og ég auðvitað mínu starfi náttúrulega snýra meðferðarmálum þannig og það einmitt líka kannski stór þáttur í því að meðferðarstefna inn í fangelsismálum verði skýr og ég held einmitt eins og Páll var að tala að þurfi allir að koma að því, ríki og borg og eins og ég segi til þess að marka þessa stefnu. Kæra þakkir fyrir þetta. Þá getum við fengið spurningar. Hólína, byrjum þar. Takk fyrir þessar áhugaverðu umræður sem hafa skapast hér þennan málaflokk í dag. Ég mjög hugsi yfir þessu með refsistefnuna, andspænis betrunarstefnuna.
og velti fyrir mér í framhaldi af því sem náði ekki nafninu, héraðsdómslögmaðurinn sagði hér áðan, með opna umræðu fullnustu úrræði, að fangelsismál eru svolítið tabú umræða á Íslandi. Almenningur alltaf svolítið reiður þegar gerðar eru kannanir eins og kom fram í máli aðalfyrirlesarans í dag. Almenningur alltaf með þá tilfinningu að refsingar séu of vægar og að glæpum sé að fjölga, jafnvel þó tölur sýni annað. Hvernig getum við eflt bæði sáttina í samfélaginu þessi fullnustu mál öll sömul, og að því að hér eru staddir menn sem hafa afplánað í fangelsi, þá væri gott að heyra þeirra sjónarmið, hvernig væri út frá þeirra reynsluheimi best að koma raunverulegri betrunarstefnu í gagnið. Ég tek undir það að það sáralítil betrunarstefna í reynd á Íslandi þó hún sé það að sumu leyti í orðikvæðinu. En eru það þá menntunarúrræðin, það aðbúnaðurinn í fangelsunum, samfélagsþjónusta, hversu mikinn þátt myndi hún spila inn í það, sálgæsla og svo framvegis. Og eins væri gott að heyra líka frá föngunum, eða fólki sem hefur afplánað í fangelsi, þeirra sýn á samfélagsþjónustu sem úrræði til betrunar. Eðlilegt að þetta sé umbunarúrræði eins og það í dag hjá Fangelsismálastofnun, eða ætti þetta að vera dómstólaúrræði, það væri hægt að dæma menn, þetta kæmi ekki til álita hjá Fangelsismálastofnun, eða þyrfti þetta að vera blandað úrræði. Mér langar svolítið að heyra frá þeim sem hafa reynt fangelsið á eigin skinni. Takk. Ég kannski bið ykkur svo, af því að við erum með 5 hér í panel, við erum ekki með mjög rúman tíma, þannig ég bið ykkur kannski að beina spurningu til einhvers sérstakt, þá allir svara það þeir vilja, en reynum að halda góðu tempói þannig að sem flesta spurningar komist að. Gjör svo vel. Á ég að spyrja aftur? Var hún ekki að spyrja? Hæ? Já, ok. Já, ég var nefnilega með svipaða spurningu og mér langaði að spyrja þig, Guðmundur, hvað þú teldir að myndi hjálpa til dæmis föngunum inn á Litla-Hrauni til þess að lifa svona innihaldsríkara lífi og eiga meiri von að koma ekki út sem verri menn. Mér langaði að vita þitt svar við því og í raun og veru líka þitt, Páls, hvað heldur þú að geti verið ódýrt úrræði sem myndi bæta stöðuna til muna svona í betrunarskriðum? Ég hugsa ekkert okkar hérna búist við einhverju stórkostlegu fjármagni, þannig að þetta þyrfti að vera einhvers konar úrræðagóð tillaga. Eða vil ég kannski svara þessum tveim bara? Byrja á því. Varðandi samfélagsþjónustuna, þá höfum við verið á því að dómstólar eigi algjörlega að sjá að dæma menn í samfélagsþjónustu. Það sé algjörlega dómstólarna að ákveða dómana, númer 1, 2 og 3. Varðandi hvað hægt að gera til að fangar kom ekki út aftur, forhertari eða eitthvað slíkt. Þá í dag staðan bara svo í fangelsunum að það mikið atvinnuleysi í fangelsunum. Það lítið að gera. Íþróttasalirnir eru ekki notaðir nema hluta til að vera hægt að nýta á miklu, miklu meira. Það enga tómstundir, iðjuleysi í raun og veru algjört. Menn hafa ekkert að gera og það engin vinna, nám hvorki við fuglinn fiskur í raun og veru. Það fangelsin á Suðurlandi sem eru með, þú getur valið einhver fög og allt svoleiðis, en svo kemstu lítið áfram. Það mismunandi í fangelsum eftir hvað þú getur tekið, það raun og veru mismunað, fangelsum mismunað, varðandi kynferði, fjárhag, sumir þurfa að greiða sjálf í skólana. Og það ekkert verknám í boði, ekki neitt, það engin starfsþjálfun í boði og ég held að verknám og starfsþjálfun sé eitthvað sem bara það nauðsynlegasta af öllu til að koma á, til að þú komi með eitthvað út í farteskinu. Þú þarft að ná að klára nám
á meðan þú ert í afplánun. Það ekki eins og lögin segja, frumvarpið liggur fyrir Alþingi í dag, það sagt að þú þarft að bíða í einhver 5 ár eftir að geta farið að vinna eða í nám fyrir utan fangelsi. Það náttúrulega glórulaust, vegna þess að þá ertu komin á það stig að þú þarft að fara að losna og þú þarft að fara að undirbúa þig undir bara að borga leigu og allt sem því fylgir og þar hætta menn í námi. Það þarf að nýta þessar 5 ár eða 1 ár eða hvernig sem það til að menn nái einhverjum skólagráðum á þeim tíma og það þyrfti jafnvel að gera styttri kúrsa fyrir fanga sérstaklega. Margir eða eiginlega flestir fangar eiga við einhver vandamál að stríða með einhverjar raskanir og bóklegt nám almennt erfitt fyrir þá. Við vitum alveg dæmi fanga sem kannski margar rannir með 1 fag til dæmis. Það erfitt að stunda nám í fangelsi og þeir þurfa miklu meiri aðstoð við það. Og síðan varðandi iðjuleysið, þarna þarf að koma inn atvinnur og atvinnan í fangelsunum þarf að skipta máli. Það ekki hægt að segja henda í því kúst og segja hérna sópa þú 30 mínútur á dag eins og þetta í dag í raun og veru, mikið til. Það þarf að finna vinnur fyrir fanga sem að þeir geta nýtt sér þegar þeir koma út. Það enginn að fara að nýta sér 30 mínúna sóp, eitthvað svona þegar það komið út. Þannig ég held verknám, starfsþjálfun, styttri kúrsar, reyna að semja við skólana. Ég sjálfur búinn að hringja í fullt af skólum. Það virðast allir vera tilbúin til að gera eitthvað, en auðvitað stoppar þetta alltaf á peningum. En sumir menn hafa mátt taka með sér vinnuna, til dæmis upp á Litla-Hrauni og sem voru í starfi áður og fengu taka hana með sér upp. Ekki hægt að auka eitthvað svona úrræði? Jú, ég held að þurfi bara, það ennþá í dag þannig að menn mega fá vinnur, en bara, flestir fangar bara ekkert í vinnu þegar að koma. Sumir hafa aldrei unnið handtak, og þetta staðurinn til þess að breyta mönnum. Ef það verður ekki gert þetta, verður það hvergi gert. Ég skal svara þér eldsnöggt, Ólína varðandi samfélagsþjónustuna, þá það í rauninni þetta bara undir Alþingi komið og ekkert sáluhjálparatriði hvað okkur varðar í fangelsismálastofnun. Það þó eitt atriði þessu að við með lægstu endurkomutíðni í samfélagsþjónustu á Norðurlöndum, miklu lægri en í Noregi og annars staðar. Þannig að allavega systemið virkar núna, þannig að allavega býðum að fólk allavega hugsa út í það og þannig að fer út í þetta. Þú spyr hvað er að gera sem kostar ekkert eða kostar lítið hlutfallslega. Það þarf að auka fullnustu utan fangelsa. Það akkurat þetta sem að Guðmundur lýsa, að menn rotningi í fangelsi í langan tíma. Bara við hefjum þetta losunarferli fyrr og aukum þá rafrænt eftirlit, samfélagsþjónustu og þessa vistun á áfangaheimilum. Annað sem að skiptir miklu máli það að meðferðarstarf verði aukið í fangelsunum. Það bara tilviljunarkennt núna. Það var hent í þetta 30 milljónum fyrir einhverjum árum síðan vegna þess að þá var þetta allt í einu bara eitthvað í tísku. Og það á Litla-Hrauni og menn tala þetta sé svona svipað þess að vera með A-fund á bar, Þannig að viljinn til staðar hjá okkur en fjármagnið kannski ekki. Og ég held að stóra atriðið hins vegar sem að skipti máli í þessu að menn komast ekki bara upp með það áfram að fangelsismálun og allt þetta, nám, vinna og það sem að gera sér okkur meðferðarstarfa, menn komast upp með þetta bara afgangsstarf. Og þetta hefur verið afgangsstarf mjög lengi og við erum bara að testa. Hver það sem stoppar máli? Hvað strandar þetta? Það Alþingi, ég meina þar fjármagnið. Það eitthvað bandamenn sem hefur skrifað að leyfa fleiri. Jú, þetta allt bandamenn, Hver veit þú? Við erum þegar komin 2 mínútur fram yfir tíman. Ég ætla að gefa okkur svona 10 mínútur í viðbót. Ég með 7 manns sem að vilja gjarnan spyrja, þannig að við þurfum að reyna að vera stuttorð. Auðvitað viljum við hafa innihald í því sem við erum að tala en reynum umfram allt að stytta spurningarnar og á því sem eruð í panel að svaraðum eins vel og þið getið en á sem styrstum tíma. Þannig að þeir sem eru æstir að spyrja komist að. Já, takk fyrir. Okkar spyrja forvarnir. Pabbi minn var skólastjóri, mamma kendi, systir mín, ég sjálfur kennt. Hvað ég nú? Fyrir ekki. Málið
þeirra reynslu heimur og minn og annara, þannig að ég hef ekki rannsóknir fyrir þessu, en við ættum að þekkja þetta mörg, samt við forvarnir, það má, kannski ég get ekki fullyrt það, en það er oft að það má greina vandræðabörn í barnaskóla sem leiða síðar út á afbrotabrautina. Hvort að þetta sé eitthvað sem að þeir sem eru að vinna í forvörnum þekkja og hvort að þessu hefur verið sinnt eða eitthvað rætt. Takk fyrir. Tökum eina hérna aftast. Já, komið sæl, Ásgrímur heiti ég. Ég er í raun og veru með 2 spurningar ég náði ekki alveg nafninu hjá meðferðarfulltrúanum, en spurningin mín til hennar er, fangelsismál byrja ekki, fangelsun er afleiðing en ekki orsök og þau byrja fyrir fangelsun og halda áfram eftir að afplánun lýkur. Hvað finnst þér þá refsivæðingu fíknisjúkdóma og hvernig þau úrræði sem við bjóðum fíklum upp á í dag, þar sem að fíklar fjármagna neyslu sína á glæpum og eru þar leiðandi fangelsaðir, hvort að þetta sé í raun og veru heilbrigðisvandamál sem við séum að beina í fangelsiskerfið og hvað þér finnst megi bæti því. Önnur spurningin til Páls, það sem var nefnt áðan með kaupþingsmennina á Kvíabryggju, hvað finnst þér lágmarksfangelsi? Að mínu mati er vandamálið það að við erum ekki með of marga eða ákveðna á Kvíabryggju, heldur við erum ekki með lausnir eins og Kvíabryggju fyrir fleiri fanga og að við getum ekki flutt. Finnst þér að það ætti að leggja meira áherslu á að ljúka afplánun heima eða þá að færa fleiri fanga yfir í opin úrræði? Já, kannski bara varðandi þessari spurningu sem var beint til mín. Auðvitað er það þannig að fangelsi er afleiðing, að fíknisjúkdómi en í mörgum tilfellum að þegar nú var líka aðeins verið að tala unga fanga, oft áður en að þessir ungu strákar koma til okkar, þá er auðvitað búið að reyna margt annað, að það er ekki við fyrsta eða annað skipti sem að þeir koma í fangelsi. En það eru auðvitað gríðarlega mikilvægt að við reynum að einbeita okkur að því, sérstaklega er að koma í fyrstu afplánunum ungi menn, að við reynum að grípa inn í þar. En ég held að við gerum samt ekki nógu af því að reyna aðra leiðir áður en að mjög ungir fangar koma inn í fangelsi, vegna vímuefnaneyslu eins og þú ert að tala vegna brota. En ég er ekki almennilega búin að mynda mig samt skoðun á því, hvað mér finnst þetta afglæpavæðingu og svona, ég er bara ekki búin að kynna mér það nógu vel. En ég held samt sem áður að það sé nauðsynlegt að við reynum að gera margt annað áður en að þeir komi á Litla-Hraun. Kaupþing, ég ætla ekki að tjá mig einstaka hópafanga, bara því sé til haga haldið þarna í beinni útsendingu. Ég er hins vegar á því að það eigi að fjölga plássum í opnum fangelsum og það er nákvæmlega það sem við höfum verið að gera frá árinu 2007. Við vorum 14 þá og erum núna 45. Þannig að aukningin, fjölgun hefur verið í opnum fangelsunum og svo minni ég á það að ég held að það sé eitthvað sem við höfum alltaf öll að taka með okkur heim þegar við erum reið og fólk vil sjá blóði renna eins og regla gerist í fjölmiðlaumfjöllun, að það er frelsissviptingin. Refsingin, það að vera dæmdur í fangelsi, frelsissviptingin, að geta ekki farið heim til sinna á kvöldin, það er bærileg refsing, það er nægjanleg refsing og ég er á því og það er nákvæmlega sama hvaða hópa fanga er að ræða, að meðan að ef við treystum mönnum til þess að vera ekki í afplán í lokuðu fangelsi, þá eigum við að reyna að hafa þau í opnum fangelsum annars staðar, þá við alla. Mér langaði aðeins að fá að bregðast við einstaklingsmiðin, eða forvarnum og einstaklingsmiðin. Ég held að auðvitað skipta allar forvarnir máli og ganga einmitt út á það að komi vekk fyrir að fólk lendi á þeim stað að fara einhvern veginn í fangelsi, en stundum takast forvarnirnar eða menn lenda verða fyrir einhverju lífsleiðinni þar sem að þeir breytum stefnu.
En svona mín upplifun fyrst þegar ég heimsótti Litlahraun var akkurat þessi. Hér þarf einstaklingsmiðaða nálgun eins og í grunnskóla. Ég held að sé bara ýmislegt sem þarf að færa frá skólakerfinu yfir og gæti nýst. En síðan til að bregðast við spurningu sem var áðan hvað sko af hverju komumst við ekki þangað sem við viljum öll fara. Ég hef líka kynnst því að það mjög margt fólk sem að vinna af sko mikilli fórnfýsi í kerfinu og vinna að betrun en okkur vantar heildarstefnuna. Þannig að allir vinni í sömu átt. Þetta þvert á ráðuneyti, þvert á kerfi. Þannig að allir hafi fyrir fram sín þangað viljum við stefna saman og það okkar vinna í stjórnmálunum að komast þangað. Takk í byrju. Halló. Ég að velta fyrir mér tvennu. Annars vegar í sambandi við betrun. Það alveg rétt sem að kemur fram hjá Fangelsismálastofnun og öllum að það virðast allir vera til í betrun, það allir til í að gera rosalega góða hluti með einu skilyrði að það kosti ekki krónu. Og við erum alltaf að byggja þetta, að rífast þetta á Alþingi, allir góð með það. Ég að velta fyrir mér hversu mikið af betrun og mér langar að beina spurningunni annars vegar til Fangelsismálastofnunar og hins vegar til afstöðu. Hversu mikið væri hægt að stunda betrun undir núverandi lagafyrirkomulagi með því einu að auka fjármagn? Þannig að ég veit að fjárskortur kemur í veg fyrir ýmis úrræði eins og menntun og vinnu og því líkt. Ég velti fyrir mér bara hvernig afstaða þessara tveggja stofnana félaga séu. Hitt sem ég að velta fyrir mér til Fangelsismálastofnunar sem varðar skaðaminnkun í vímuefnaneyslu. Það algengur misskilningur að skaðaminnkun snúist það að draga úr neyslu. Hún snýst það að draga úr skaðlegum áhrifum af neyslu. Til dæmis með því að beinlínis bjóða upp á efni þannig að fólk fari ekki í fráhvörf. Aðstoða fólk við að nota efnin þannig að það fari sér ekki að voða, því líkt. Og þetta auðvitað umdeilt atriði, veit ég. Ég velti fyrir mér hvert viðhorf Fangelsismálastofnunar sé til skaðaminnkunar inn í fangelsunum og það þýðir sprautur inn í fangelsum, það þýðir vímuefni inn í fangelsum. Það það sem felst í því, þannig að það sé alveg á hreinu. Takk. Það voru þrír búnir að biðja orðið, biðja í viðbót að fá að spyrja. Ég ætla bara að hleypa þeim spurningum öllum bið menn að vera stuttorða og svo reynið að bregðast við eins vel og þið getið. Hún orðin 10 mínútur yfir, en ég heyri bara að það svo gríðarleg stemning fyrir málinu inni, þannig að við skulum fá þessar 3 spurningar í viðbót. Ég vona að skráa þetta hjá ykkur og svo reynið eftir bestu geta að bregðast við. Ég heiti Helgi Gunnlaugsson og vil bara byrja að þakka fyrir þetta frumkvæði að halda uppi þessu málþingi og heimsókn Knúts Storberget og þetta rétt, þetta dálítið afgangsmálaflokkur en nú hefum við fengið tækifæri til þess að ræða hann og skiptir miklu máli. Það sem ég langar bara að koma aðeins inn á er að núna liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga fullnustu refsinga og ég velti því fyrir mér þegar það skoðað og greint í þaula og eins og Alþingi væntanlega að gera núna, hversu langt það í átt af því sem Knút Storberget að tala Þess að gengur frumvarpi nógu langt til þess að fullnægja raunverulega markmiðum sem Knút setti fram hjá okkur í erindinu. Fyrir mína parta bara í stuttum máli þá held ég að hugsaða að ganga kannski ekki nógu langt en það allavega eitthvað í áttina, það ýmislegt jákvætt í þessu frumvarpi en spurningin hvort það sé bara nógu langt og kannski í því tillitinu þá langar mig að nefna að það greinarmunur sem gerður á opnum og lokuðum úrræðum og spurningin mín þessi í beinu framhaldi að en að fjalla það að opin úrræði sé það kannski þetta að leggja meira áherslu á en það bara spurningin hlutfall opin úrræða. Bara stuttlega rétt áðan að opnum úrræðum hefði fjölgað á síðustu misserum og það gleðilegt en að við erum að byggja króna fangelsi í þessu Hólmsheiði og komið alls eða hanna það einhverju leyti sem opið úrræði og í anda kannski þeirra hugmyndafræði sem Knút búinn að vera að leggja fram hér í dag. Þessi nýju úrræði sem við erum með miklu myndarskap í núna. Við erum gleymt mörg ár, svo allt ræði. Ég vil langar bara að segja ég sé að það margir að tala hvað það kostar að gera kerfið betra á Íslandi. En mér langar bara að spyrja ykkur öll, hvað mikilvægast fyrir ykkur sem þjóð? Það betra fyrir ykkur að fá fólk sem kemur út úr fangelsi sem betri manneskjur?
og vilja vera partur af ykkar þjóð, ykkar samfélagi, eða það betra fyrir ykkur að safna smávegis pening í vasan og ekki fá þess að náunga betri manneskja þegar það koma út. Það mjög mikilvægt að sjá fólk verða betra hvern einasta dag. Ég var betri í fangelsinu vegna þess að ég vildi það. Það var ekki tarfst að hjálpa mér. Ég ákveðið sjálfur að vera betri maður, að lifa betra líf, að breyta hvernig ég hugsaði. En það prógrams til sem geta hjálpað hverjum einasta fanga sem í fangelsinu. Knut sagði smávegis að það vantar ekki sálfræði. Já, kannski vantar ekki sálfræði hvern einasta fanga sem til, en það prógram sem geta hjálpað mörgum fangum á sama tíma, sem geta aðstoða okkur hérna og hann inni. Og það líka mjög mikilvægt fyrir okkur að hugsa þessi atriði vegna þess að við ekki bara að tala fólk sem á að vera gleymast, eins og ég sagði áðan. Mér verið gleymt í mörg ár. En þetta mjög mikilvægt að fá fólk sem fer í fangelsi koma út betri manneskjur. Já, mér langar til að halda áfram með spurninguna hérna sambandi við opin fangelsi eða önnur úrræði og það þá til Páls. Ég vil nú samt aðeins á undan segja það að mér finnst að íslensk fangelsisyfirvöld geta mörgu leyti verið býsna stolt af því sem að þau hafa verið að gera. Það mín skoðun og það engin svona skörp skil að mínu viti á milli þessara refsistefnu íslensku sem menn hafa kallað og meðferðarstefnu í Noregi. Ég hef heimsótt öll þessi fangelsi sem voru hérna sýnd hjá honum Knut og talað við fjölmarga norska fanga líka og þeir kvarta líka. Fangar nefnilega kvarta yfirleitt og það eðlilegt til kvarti vegna þess að þeir finna til. Það erfitt að vera í fangelsi. Let me know it. En spurningi Páll var þessi vegna þess að ég veit að fangelsin á Íslandi það erfiðari skjólstæðingar þar í dag heldur en til dæmis í norskum fangelsum. Menn lengur í íslensku fangelsum, við notum samfélagsþjónustu, við styttri dóma sem mínu viti gengur enda mjög vel. Við erfiðari fanga, það erfiðara fyrir starfsfólkið að vinna þar og spurningin svo getum við haft fleiri opin úrræði. Ég vil nefna þetta vernd vegna þess að það eitt af því sem Ísland stendur væntanlega, ég veit ekki neitt annað land sem ég hef kynnt mér allavega, þar sem fleiri fangar losna út í samfélagið frá áfangaheimili heldur en Ísland. Þegar ég mundi síðast þá voru tölurnar 40-45% af föngum sem losna úr fangelsi, þeir losna frá áfangaheimili þar sem hafa verið að vinna í skóla. Það mjög gott og mjög stórt mál. En spurningin þessi, hægt að auka þetta? Takk. Ég vil kannski bregðast bara við þessum spurningum svona eftir bestu getu og þá kveður Sigríður fundin þegar því lokið. Helgi, ég hef ekki hugmynd hvað endalaust fjármagn myndi gera fyrir ykkur. Það sem ég get stilt upp hvað sálfræðingar ráða við marga skjólstæðinga, hvað félagsráðgjafar ráða við marga skjólstæðinga og hvað mikla geðheilbrigðis og heilbrigðisþjónustu almennt fangar þurfa og við getum skilgreint það og það skilgreint hversu mikið nám og hvaða nám þarf og svo framvegis. Þannig að við þurfum ekki að finna hjólið með það. Ég get sagt þér eins og hvað mikið fjármagn þarf til þess að gera hlutina eins og þeir gera í Noregi. Bara eitt svona pínlít, aðeins til þess að setja fólk inn í þetta, að Halden fangelsið, þetta fangelsi sem hann nefnir það kostar jafn mikið og 10 Hólmsheiðar fangelsi, nákvæmlega upp á krónu. Það er svo rosalegt fjármagn sem menn hafa sett í þetta. Það bara ekki búið hérna. Þannig að svarið þeirri spurningu. Varðandi skaðaminkandi meðferð, ég mikið búin að hugsa þetta og við mikið búin að velta þessu fyrir okkur í fangelsunum, bjóðum upp á smokka og svo framvegis en ég ekki tilbúin, hef ekki verið tilbúin að fara þá leið að leyfa sprauturinn í fangelsunum og einhvern veginn alveg kastin hanglaðinu, ekki bara vegna þess að manni finnst maður að vera að tapa einhverju baráttu sem töpuð, heldur vegna þess að ég líka með starfsfólk sem ég þarf að passa upp á. Það þarf að leita í fötum og það þarf að leita á klefum og þannig ég þarf líka að hugsa út í það þegar ég að velta því fyrir mér hvort að ég leyfa þetta. Við skoðum þetta með opnum huga og ég skil mjög vel þessa pælingu en allavega hingað til hef ekki vilja fara út í þetta. Ég glemdi Geir ekki. Ég bara sammála þér
Erlendur, ástæðan fyrir því að Norðmenn eru menn yfirleitt skemur inni á sér og endurkomutíðin er lág. Það er ein ástæða sérstaklega að þeir taka mjög hart á ölvunarakstri og svo framvegis. Þannig að menn fari í fangelsi þar fyrir að keyra fullir og sviptir, meðan þeir fari í samfélagsþjónustu hérna. Þannig að hér eru menn sem fá alltaf 9 mánaða fangelsi óskilorðsbundið, þeir fara ekkert inn, þeir fara fangelsismálastofnun, semst fullnusta dóminn með samfélagsþjónustu. Þannig að ég held ég hafi komið öllu því að sem að mér var. Með sprautur í fangelsum, það eru náttúrulega með eftirliti lækna, þetta eru sjúklingar ekki... Fyrirgefðu, við getum ekki verið í samtölum hérna, við verðum að biðja panelinn bara að svara. Mér langaði bara aðeins að koma inn á hérna spurningun varðandi fullnustu refsinga. Ég er sammála því að þetta er skref í rétta átt, en við erum ekki að komast alla leið í einu og kannski þarf þá líka breiðari vinnu til þess að ná þessari heildar skýraði betrunarstefnu fyrir alla sem þurfa að koma málunum, ekki bara í rauninni fangelsismála yfirvöld. Og þá held ég að við þurfum meðal annars að taka fyrir hverjir geta að hvort það verður dæmt til samfélagsþjónustu og hvernig sáttamiðlun eða sáttaferli spilar þar inn í. Það er umræða sem er eftir. Helgi, varðandi hvað hægt að gera að fæst meiri peningur. Ég held að það þyrfti að fá sveitafélögin. Ég held að sveitafélögin verði svolítið að bera ábyrgð líka á einstaklingunum og koma inn í fangelsin. Það þarf að byrja að vinna með föngum þegar þeir koma inn í fangelsin, ekki þegar þeir eru lausir aftur. Og þeir þurfa að vinna með þeim allan tíma. Þá þurfa að koma félagsráðgjafar, sálfræðingar frá sveitafélögunum. Fangi sem er kannski losna eftir 3 ár, ætlar að skrá sig hjá félagslegu húsnæði, hann getur ekki fyrir hann losnar og þá þarf hann að bíða önnur 3 ár eftir því. Sveitafélögin þurfa að koma meira inn og vinna með. Ég held að sveitafélögin hafi algjörlega brugðist í raun og veru föngum, aðstandendum og samfélaginu í þessum málum. Á allan hátt, finnst mér varðandi, ég veit ekki hvað er hægt að gera meira, það er hægt að gera náttúrulega mjög mikið fyrir meira fé. Ég held að lögin séu raun og veru mjög opin í dag, það er hægt að gera miklu meira, það er reyndar, þessu svolítið stjórnað eftir hefðum, ég held að fangelsismálastofnun, þetta er svona hefðir sem hafa myndast, en ég held að þau séu miklu opnari heldur en það var hægt að gera meira. Varðandi frumvarpi sem er núna, þá er það eiginlega vonbrigði, verð ég að segja. Það er opnað fyrir nýja hluti sem að líta rosalega vel út, en þeir eru raun og veru illa hugsaðir svolítið, gagnslausir og loka fyrir þá kannski annars staðar í frumvarpinu. Það til dæmis eins og það að ætla bara þetta, skilur að þurfa að vera 5 ár í fangelsi til að fá að fara að vinna eða í nám. Það er glórulaust. Það þarf að vera þannig að það séu allir jafnir í fangelsinu, alveg sama burt sér frá brotaflokki, aldri. Það þurfa allir að hafa jafnan rétt á öllum möguleikum. Annars gengur betur en aldrei upp. Það er varðandi í frumvarpinu, það eru fjölskylduleyfin. Fjölskylduleyfi eru sett þarna inn til þess að auka samskipti við fjölskyldu, en það á engin möguleika á þeim. Þú þetta verður með 14 ára dómi eða eitthvað slíkt til þess að eiga möguleika á þeim. Þetta þarf að laga og með varðandi unga afbrotamenn, það er enda mjög gott mál að þeir fái reynslulausn 1/3. Það er stórt skref og auka samfélagsþjónustu er stórt skref og rafrænt ökklaband er mjög gott líka. En það þarf að hugsa þetta líka aðeins meira, það varðandi unga afbrotamenn, ég meina það þarf að vinna með þeim í afpláni. Ef það er ekkert unnið, ef fangavistin hefur ekki innihald og það er ekki unnið með þeim á meðan þeir eru inni, þá skiptir engu máli hvort þú fá 1/3 eða helming. Þeir koma strax inn aftur, hvort sem það er 1 mánuður, 2 eða eitthvað slíkt. Já, varðandi betrunarstefnuna, Erlendur, hann sér enga mun á betrunarstefnu Norðurlandana og refsistefnu okkar. Þetta ekki sjá svona skýramun. Ég held að það hafa alveg sýnt sig með alveg ótvíræðum árangri
Norðurlandana að það hefur fækkað endurkomum hjá þeim, glæpum hefur fækkað, brotaþolendum hefur fækkað sem örugglega aðal markmiðið með þessu öllu. Minni kostnaður hjá fangelsum, dómstólum, lögreglu, biðlistar eru úr sögunni og svo erum átt okkur á því að á Íslandi þá eru mikill meirihluti fanga sem verða öryrkjar. Ég held að talan sé, ég er ekki með nákvæmlega tölu en mér skilst að sé yfir 60%. Og það sem við leggjum áherslu á, við viljum að fangelsi séu nýtt til að útskrifa til dæmis smiði, múrara, rafvirkja, kokka, bakara, staðinn fyrir að útskrifa öryrkja. Það hlýtur að vera ódýrara og ríkin alltaf fær tekjur af þessu líka. Þannig að ég er ekki sammála að fangarnir, ég sagði að fangarnir voru erfiðari á Íslandi heldur en Það öðruvísi samsetning á Íslandi en í Noregi vegna þess að eins og Páll kom inn á að stór hluti fanganna í norsku fangelsum inni fyrir hraðakstur eða ölvunarakstur og þeir eru mjög stuttan tíma. Hér eru þeir miklu færri inni, það miklu þyngra klíentel í íslensku fangelsum. Það þýðir ekki að séu verri menn. Ég þekki ekki hvernig það er alveg í Noregi en ég bjóst ekki við eftir að nota mína reynslu sem fangi að hafa verið í fangelsi jafnvel í mörgum löndum en ég hefur reynslu að vera í Danmörku í fangelsi og stefnir ekki að þau fara þangað aftur en ég var ástfanginn af fangelsiskerfinu fyrra, gjörsamlega, það er unnið, það er náttúrulega að fá þér peninga, þeir fá peninga fyrir félagsráðgjöf, fá peninga fyrir sálfræðingum, það er unnið með þér allan tíman leið og þú kemur inn og það setjast bara niður með þér leið og þú veist alveg hver þinn hlutur er. Bjóða þá Björg og Indu til að gefa stutt komment og svo ljúkum við þessu. Já, stutt komment, mér finnst ég ekki spyrja nógu mikið út í lögfræði, ég hef svo margt að segja. En tökum kannski annan fund bara í einmitt refsingar og þyngd þeirra í samkvæmt almennum hegningarlögum. Tökum bara hegningarlaga prógram. Einmitt, en Helgi spyr hversu langt gengur frumvarpið til betrunar. Ég tek undir allt sem sagt hér en mér langar samt til að benda ykkur á þá fáránlegu staðreynd að frumvarpið notar þetta orð ekki einu sinni. Aldrei. Það er bara notað í athugasemdum við frumvarpið. Þannig að maður spyr sér hvort að löggjafinn sé virkilega að hugsa þetta þegar hann er að leggja þessi lagaákvæði sem ég tel raunar ekki bæta neitt svo mörgum atriðum við það sem nú þegar er í lögum, fyrir utan þess að Guðmundur tíundaði en ég tel að það megi gera margt betur og ég tel í raun og veru að þetta lagafrumvarp sé slæmt að því leytinu til að við maður koma aðeins inn á mannréttindin, að ég tel að þau séu gangi frekar í þá átt að takmarka mannréttindi fanga heldur en auka þau. Það er til dæmis tekin réttur af einstaklingum til þess að fá að njóta viðveru við leit í klefum, það er sem sagt verið að tala að vista geðsjúka, það verið að tala að vista gæsluvarðhaldsfanga með dæmdum föngum og þá er maður komin inn á þessi skil sem að hver skal teljast saklaus en dæmdur sekur spurningamerkið. Ég tel að skorti ákvæðum opinbera réttaraðstoð til fanga vegna þess að lögmenn eru hvergi í lögum skuldbundnir til þess að taka þessi mál fyrir fanga sem vilja skjóta ákvörðum til æðra stjórnvalds valdbeitingar eða vilja bera undir umboðsmann Alþingis meðferð innan fangelsis og þeir þurfa aðstoð við að keyra þau mál áfram en ég get ekki unnið frítt þó ég vilji það en það kostar að lifa. En Geir, til hamingju með þinn árangur og ég tek undir með þér að ég tel að betrun sé það mikilvægast og ég kom inn á það áðan, ég ætla að láta það duga. Já, kannski bara því sem að Helgi var að tala með þennan kostnað, ég held að það sé bara algjörlega þannig, þú veist að eftir því sem við erum að nota meiri pening í og fá meiri pening til þess að ýta undir þessa betrunarstefnu og með auknu einhvern veginn fjármagni í þessa hluti, þú veist, þá verður þetta alltaf ódýrar einhvern veginn á hinum endan, þú veist, af því að framleiðni bara í samfélaginu verður meiri, endurkoma verður minni og þannig að ég held að það sé bara, eins og ég segi, gríðarlega mikilvægt að fá pening, þú veist, inn í þennan flokk, þetta verður aldrei gert náttúrulega, þetta verður aldrei gert fyrir ekki neitt,
en eftir því sem að það verður einhvern veginn skýrari stefna í þessu og aukin þjónusta fyrir fanga, þá verður það einhvern veginn bara alltaf ódýrara á hinum endanum. Takk. Kannski rétt að fá að skjóta inn í varðandi það sem Helgi var að tala með peninga. Það eru áfangaheimilin fyrir fanga. Ég tel það mjög mikilvægt að menn fari út og fari gegnum áfangaheimili, en þau þurfa að vera miklu fleiri og fyrir miklu fleiri fanga, því að þetta er eitt af mikilvægasta úrræðið og það hefur sýnt sig að endurkomutíðin hjá þeir sem fari gegnum áfangaheimili er lægri heldur en þeir sem fara ekki og það þarf að setja pening í þetta. Ég veit ekki hvað það kostar ríkið, 60 skall eða eitthvað á mann á mánuði, meðan það kostar, ég veit ekki, 500.000, ég er ekki klárað hvað það kostar að vera með í fangilsi, en það er allavega töluvert lægra, þannig að þetta nýta það frekar meira. Heyrðu, þá vil ég bara þakka kærlega fyrir mig allavega og mér langar áður en að Sigríður kveður okkur til þess að þakka henni sérstaklega og Samfylkingunni fyrir mjög gott samstarf þennan fund við okkur Pírata. Ég sé það að við erum komið með allavega 2 topic í næstu fundi, annars vegar er það refsingarnar sjálfar, hvernig á að beita þeim og hins vegar er það hvað gerum við þegar fanginn kemur út, þegar afplánun lýkur, hvar er hlutur sveitarfélagana og svo getum við fundið endalaust. Ég legg til að við gerum þetta vikulega. Takk fyrir mig. Ég er til því það er frábært að vinna með Aðalheiði, en ég ætlaði að segja bara hér í lokin, ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir öllum hér komuna á föstudegi frá 1 til 3. Við höfum þess maður áhyggjur af tímanum og þó að við eigum eftir að breyta mörgu í viðhorfum, lögum og fjárveitingu til fangelsismála, þá sýnir það þó stöðuna að við erum hér í góðum samræðum með Fangelsismálastofnun, með afstöðu, með alþingismönnum úr öðrum flokkum og ég held að það sé í raun og veru grundvöllur og vilji til þess að færa þessi mál til betri vegar á Íslandi og nú verða aldeilis alþingismenn til reiðu í umræðu fullnustu refsinga þegar frumvarpið kemur inn í aðra umræðu. Þar verðum við mörg sem að verðum orðin betri í þeirri umræðu, en svo eigum við vonandi eftir að halda fleiri fundi þetta gríðarlega mikilvæga samfélagsmál, því að fangelsin sem við eigum í þessu landi endurspeglar hvers konar samfélag við í raun og veru eru og þegar ég kom inn á Litlahraun þá áttaði ég mig á því að Ísland er ekki það mannúðlega og velferðarsamfélag sem ég hafði talið áður og við þurfum að breyta þessum málum svo að við getum verið stolt af okkar samfélagi. Kærar þakkir fyrir komuna og góða helgi.